Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, til mín komin Gísli Ólafsson sem framkvæmdastjóri Rauða krossins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Við höfum séð þig, hér hefur komið sem þingmaður, varst þingmaður Pírata í eitt kjörtímabil. Já, það passar, en nú ég blessunlega laus úr öllum stjórnmálum. Það bara þannig að framkvæmdastjórar Rauða krossins mega ekki taka þátt í landspólitíkinni. Já. Og mér finnst það bara mjög þægilegt að vera alveg stikkfrýr. Já, en það er ekkert óeðlilegt í það. Þú hafi verið fengið til að vera framkvæmdastjóri Rauða krossins. Þú er búin að vinna með Rauða krossinum mikið, er það ekki? Jú, í rauninni má segja ég hef tekið mér smá hlé þarna þegar ég var þingmaður frá mannúðarstarfi. Ég er búin að vera að starfa á vettvangi mannúðarstarfa í yfir 2 áratugi, þannig að þetta var svona smá tilbreyting. Er það ekki rétt hjá mér að þú ert svona rústabjörgunarmaður? Jú, ég sem sagt stjórnaði íslensku alþjóðasveitinni þegar hún fór til Haítí 2010 og síðan hef ég farið á í rauninni flest hamfara svæði síðan þá. Er þetta ekki, það er svo, þið veit ekki hvað mætir ykkur, hvernig þetta hlýtur að vera að reyna mikið á mannin? Það gerir það, maður þarf að byggja upp ákveðna brynju til þess að geta tekist á við þessi verkefni, en þau eru líka rosalega gefandi, það hjálpa fólki í neyð og það er það sem heldur manni gangandi. En það er ekki öllum bjargar, þið sjáum væntanlega illa fænin lík og ná því út úr hugunum. Já, við tölum alltaf það skiptir máli að horfa á það jákvæða. Þegar þið tekst að bjarga einhverjum, þegar þið tekst að bæta lífið fyrir einhvern, þó að sé bara þessi eini. Þá getur það skipt öllu máli í framtíðinni fyrir þann einstakling. Já, skil. Heyrðu, en núna er þannig að bara ég, svo sem þekki ekki nákvæmlega, en ég held að flest Evrópulönd sé að takmarka, taka á móti flóttafólki, en fólk er væntanlega enn á flótta, þrátt fyrir það. Og þetta hvert fer fólki? Það sem ætlar að koma til Evrópu? Og nú er bara mjög mikil takmörk fyrir því hvað mörg með að koma. Og hvað er fólkið? Það er þannig að það er í rauninni, hafa aldrei verið fleiri á flótta. Já. Það eru 117 milljónir rúmar sem eru á flótta. Já. Og það þýðir í rauninni það að einn af hverjum 67 jarðarbúum er á flótta. Það er samt þannig að tæplega 70 milljónir eða 68 milljónir manns eru flóttamenn í eigin landi. Það er oftast vegna stríðs eða átaka. Það eru hins vegar einhverjir sem komast alla leið til Evrópu eða alla leið til Íslands. Þetta er í rauninni mikill minnihluti. Stærsti hlutin eða 70% eru í rauninni ennþá í fátækum eða milli tekjulöndum. Þannig við sjáum það að það er mikill fjölda byggjast upp til dæmis í norður Afríku og eins var mikill straumur frá Afganistan og Íran og Írak, en það hefur dregið mikið úr því. Þar er fólk meira bara í eigin landi. Við erum líka að sjá að Sýrland hefur aðeins breyst. Þar er náttúrulega borgarastríði komið á enda, sem betur fer allavega. En þar er líka vandamáli það að þar eru ákveðni þjóðfélagshópar sem eru ennþá í hættu þó það sé komin meiri friður þar. En Líbía og Norður Afrika, þar sjáum við byggjast upp mikinn fjölda og margir þeirra sem hafa flúið og eru fastir þar eru að lifa við mjög erfiðar aðstæður. Þannig að það er alls ekki þannig að fólk sé í einhverjum betri málum þó þau séu komið þangað. Nei, það er einmitt, við sjáum fáar fréttir þetta, allan heima, en svo erum við að sjá á sama tíma við sjá til dæmis eins og Gaza, það sem að þar sjáum við, að þar er bara vatn umliggjandi allt saman, það er bara djúpt rigningavatn eða
skítut vatn Já. sem að börn og fullorðin þurfa að vaða og jafnvel sofa í þessu og þetta er sko skelfilegar aðstæður. Það eru mjög slæmar aðstæður það núna. Það eru náttúrulega vetur núna og þó að veturinn sé kannski ekki eins og við horfum á snjór og kafalspilur og þá er það meira rigning og bleita. Já, og kuldi. Og það þýðir það að fólk sem náttúrulega, það er 90% húsana búið að eyðileggja á Gaza sem þýðir það að fólk býr við mjög erfiðar aðstæður. Og við hjá Rauða krossinum hefum verið að þrýsta mjög mikið á það að reyna að bæta aðgengi hjálpagagna á svæðið. Þar að meðal að geta komið tjöldum og öðrum búnaði inn. Þannig að sé hægt að gera lífið á þessu svæði aðeins betra. En eins og þú sagðir, það er mikið sko það að við heyrum ekkert hlutina og fréttir. Til dæmis flestir flóttamenn í heiminum í dag í Súdan. 14,3 milljónir. Það er búið að geisa mjög blóðugt stríð og ég man eftir því að hafa heyrt fjallað það kannski einu sinni tvisvar í fréttum hér á Íslandi á undanförnu mánuðum. Og meðan ástandið það er bara skelfilegt og við heyrum ekkert það. Við heyrum heldur stjórnafarsins. Þar er borgarastríð milli tveggja stríðandi fylkinga og þar er mjög lítið að hjálpa stofnanir bara hreinlega komist á svæðið og Eru þær hindraðar? Sumi leitir er hindraðar en það er líka það að öryggi hjálparstarfsmanna er ekki tryggt og til dæmis í Súdan er bara stutt síðan að voru hjálparstarfsmenn drepnir og þetta hefur náttúrulega slæm áhrif. Já, það er bæði kollega þínir og mínir. Já, nákvæmlega, fréttamenn og hjálparstarfsmenn. Já, þetta er ekki gott. Og hérna, er þetta búið að vera lengi þetta ástand í Súdan? Já, það er búið að vera í nokkur ár og hefur farið stigvesnandi. Það er svona gengur upp og niður eins og á mörgum stöðum. Menn gera einhverja friðarsamninga og svo halda þeir í eitthvað tíma og svo er eitthvað neisti sem að kveikir stórt bál og í þessum tilveki núna eru til þess 2 stríðandi fylkingar sem áður fyrir voru að vinna saman sko. Já. Og þarna á milli er bara fólk sem er í hvorugri fylkingunni og nákvæmlega og bara reyna að berga sér og sínum. Já, og bara skelfilegt fullt af fólki bara drepið bara því að það er þetta. Já. Þetta er ótrúlegt. Já. Hvað sagði þetta að vera 14,3 milljónir á sem sagt flóta við upp á síðasta árs. Í Úkraínu, bara sem við tökum sem dæmi, að þar er rúmlega 5 milljónir á flóta utan landsins og tæplega 4 innan landsins. En þar heyrum við stríðið næstum daglega í fréttum. Það er svolítið nær okkur. Það er í okkar heimsókn. En það er sem sagt eitt á ekki að blokkar annað í burtu. Við þurfum að fá, eins og þú ert að segja okkur núna, við þurfum að fá að vita af því að við tölum hvað dómsmálaráður er að gera og hvað er að gera í Danmörku og svona, en á meðan er fólk sem þarf aðstoð. Já. Ekki vegna þess að þetta sé eitthvað illa gert fólk, það er bara aðstæðunar heima fyrir eru þannig. Og eitt af því sem að við höfum þrýst á og aðrir hafa verið að þrýst á er að áður en þessi svona, hvað maður segja, bylgja af hælisleitendum kom hérna sem byrjar í kringu 2015. Þá var alltaf tekið á móti flóttamönnum hingað sem að boðið að koma hérna frá þessum stríðsráðu svæðum, svo stundu kallað kvótaflóttafólk. Það hefur ekki komið í þó nokkuð mörg ár, slíkt. Og það er eitthvað sem við þurftum að fara að horfa aftur til, er hvernig einmitt getum við tekið og oft höfum við tekið við svona viðkvæmum hópum. Frá Kólumbíu fengum við einstæðar mæður til dæmis, við tókum á móti hinsegin fólki frá ýmsum stöðum í Afríku eitt árið, við höfum tekið á móti afgönum. Nú bara þegar ég var ungur þá tókum við á móti Víetnamum. Og 1956 eða 7 tókum við á móti Ungverjum. Þannig að
Við höfum svolítið sagt að hérna, ef að það er dregið úr hinu, dregið úr því að taka við hælisleitendum, horfum þá til þess að taka fleiri hérna, kvótaflóttamenn til landsins og þá getum við valið svolítið hvaðan þeir eru að koma. Já, hérna höfum við að tala Ungverjana, 56, að það er inn á RÚV núna umfjöllun þetta. Já. Já. Það var ekki einmitt einhver afkomandi að leita tengingu við fólki sem kom. Já. Þannig að þetta er... Þetta er mikil saga. Það er mikil saga og mjög aðgengileg núna. Nákvæmlega. En það er sama eins og þegar hérna Vietnamandi komu hérna, 1980 eitthvað og 90 eitthvað, hérna í kringum þá að hérna hvað það bjóð til nýjan kúltúr hérna, allt í henni fórum við að fá hérna asískan mat á Íslandi og ýmislegt annað. Sko. Ég man ekki betur en að það var bara alltaf vel talað Vietnamann. Alltaf, mjög. Já, það var bara strax bara á mínu heimili, það var umræðan alltaf jákvæð. Nákvæmlega. Og svo duglegt fólk að þau gerðu fóru og gerðu. Það er enda með flesta sem hingað koma, það hefur verið mjög duglegt fólk. Já, en nú eru gagnrýnendur svo háværir. Sko. Já. Og nú er líka orðið í lagi að bara segja hvað sem er á þess að hérna, það beri nokkra ábyrgð. Það er bara hægt að tala illa fólk. Við gleymum því alltaf að þetta er fólk. Þetta er bara fólk eins og þú og ég. Og hérna... og sjáum líka bara Ísland væri ekkert í því standi sem það er núna, við værum ekki með fullt af fólki sem hafi komið hérna, hvort sem hafi komið hérna sem innflytjendur eða sem hælisleitendur. Halda upp í mjög skemmtilegu og góðu landi hérna með kultúr og öðru sem við höfum gott að því að kynnast. Já. En við sem erum svo lánsum að fæðast það sem aðstæður geta bara verið mannlegar. Svona, bæði náttúrulega með og mótvindur og allt saman, en það er svo léttvakt með að við margt annað. Ber okkur ekki skylda til að aðstóta fólk betur en við gerum? Jú, það er í marga áratugi búið að vera hérna markmið að styðja ríku þjóðirnar, styðji við fátækari þjóðirnar og þetta er oft verið undir nafninu þróunaraðstoð og það byrjaði nú bara hérna búið 1970 byrjaði Ísland að styðja við önnur lönd og markmiðið var sett á það að 0,7% af þjóðarframleiðslu færi í að styðja við þetta. Þetta er alþjóðlegt markmið sem reyndar einungis fá lönd standast og þau eru flest á Norðurlöndunum og sem fara reyndar yfir er fá sem ná 1%. Ísland er í 0,35% og eitt af því sem við hefum verið að benda á er að með því að hjálpa fólki þar sem það býr að þá fækkum við fólkinu sem er að flýja slæmt ástand. En samt sem áður þá hefur það gengið mjög hægt hjá Íslendingum að hækka þessa tölu upp og hún er núna í kringum 0,35%. Sem er helmingur af því sem er ætlast til. En gleymum ekki heldur að nú er líka verið að þrýsta á að lönd eyði 5% í hérna varnarmál. Já, mikið rétt. Meðan annars Íslendingar eyða 1,5% í innviði og varnarmál. Það er meir en tvöfalt það sem við eigum að vera að gera í þróunaraðstoð. Það er 1/4 af því sem við erum að veita í þróunaraðstoð. Og í staðinn erum við tilbúin að eða í varnarmál. Þannig að þetta er oft svolítið svona áhugaverð samlíking að skoða saman. Ég held að ég muni það rétt að þegar við blaðum á pressunni sálugu þá vann ég svona fréttaskýringu þróunaraðstoð Íslendinga og þar kom til dæmis það var smíðaður bátur Slifstöðin Akureyri, Fengur hérna og hann fór til Grænhöfðaeyja og þá var það þróunaraðstoðin en Slifstöðin Akureyri varð að losna við bátinn bara til að bjarga rekstri sínum og þá kaupum við hann
ríkið og færum Grænhöfðingjum. Og sama var reyndar með þorskhausana. Að við bara voru annarko brakki á landinu uppfullur af þorskhausum. Svo við ákváðum bara að kaupa þá af þeim sem áttu þá og senda út, er þetta ekki rétt munið? Jú, og þróunaraðstoð lengi vel var svona, hvað ég að segja, tvíhliða leið. Já. Það var oft talað um það að til dæmis aðstoð Bandaríkjamanna fólst í því að kaupa kornabændum í Bandaríkjónum, fá bandarísk flutningafyrirtæki til að keyra þetta að höfn, sem að síðan tók kornið og setti það í bandarísk skip sem sigldu til Afríku, þar sem að bandarísk hjálparstöfnun kom og dreifði til einstaklinga. Þetta var að sjálfsögðu góð leið til að styðja við bændur í Bandaríkjum. Í dag hefur þetta breyst svolítið og í dag er miklu meira verið að styðja við starf innfædra í landinu, verið að hjálpa þeim að byggja upp þekkingu og reynslu og allt slíkt. Og það er svona grundvallar breyting sem að gerðist fyrir svona 10-15 ára síðan, að það breyttist mikið yfir þetta. Það dró líka mikið úr því að menn væru að koma með tól og tæki einmitt eins og að tala bátinn, heldur frekar þá að byggja bát þar. Og það hefur svona breyst þetta hugarfar og það sem hefur líka sýnt þegar til dæmis að þegar að verið er að veita neyðaraðstoð, að þó svo þú kannski komið með eitthvað fyrstu dagana til að koma með mat eða eitthvað utanakomandi, þá er í rauninni betra að láta fólk fá pening eftir svona fyrstu vikuna, að láta fólk fá pening, þá getur það nota þennan pening til að kaupa það sem það þarf. Þú kannski tapaðir öllum fötunum þínum, og meðan ég á öll fötin mín, akkur ætti ég þá að vera að koma með föt inn í landið, leyfa þér frekar að kaupa föt lokali. Og það var líka sýnt sig að stundum það að koma með fullt af varningi erlendis frá, það eyðilaði markaðinn á svæðinu. Já, skil. Og þannig allt í einu gátu bændur ekki selt afurðina sínar að því að það voru konar einhverja afurðir frá Bandaríkjónum eða Evrópu. Þannig að menn hafa breytt þessu mjög mikið. Þannig í dag er miklu meira verið að nota peningana í að kaupa hluti á svæðinu eða láta fólk hreinlega að fá pening til að kaupa hlutina sjálft. Þannig að þetta er svona breytt hugmyndafræði sem að hefur gerst, en þetta var rosalega mikið eins og þú bentir á, þú veist, að það var verið að svona... Við erum að hagnast á því sjálf. Það var mórallinn. En sem fjölgar alltaf í hópi flóttafólks. Alltaf. Já, meðan það eru eins og í dag, það eru 130 skráð átök eða stríð í heiminum. Þetta er tvöföldun á 15 árum. Og við heyrum sum þeirra daglega eins og Úkraínu og Gaza, en önnur eins og Súdan, Myanmar og það sem er að gerast í Kongo. Það heyrum við ekkert í. Og þannig að meðan þú ert með meiri átök, þú ert líka að finna fyrir breytingum í veðurfari og öðru, þannig að það er að hafa áhrif á hversu vel fólk getur ræktað og búið á sömu svæðum. Að meðan allar þessar breytingar eru að gerast, að þá leiðir það til þess að fólk þarf að flýja. Þannig að ef við gætum stoppað þessi 130 stríð, ef við gætum dregið úr áhrifum loftslags áhrifana, þá myndum við sjá fjölda fólks á flótta mjög hratt fara niður við, vegna þess að það vilja allir búa heima hjá sér. Ég held við sjáum það best með okkur Íslendinga, þó svo að margir Íslendingar hafi kannski flutt erlendis, að þá togar alltaf móðu jörð tilbaka í okkur og við viljum vera hér, en meira segja þeir sem búa erlendis koma heim. Við viljum vera heima. Það er ekkert öðru sem með þetta fólk. Það vill hafa tækifæri heima hjá sér, það vill geta lifað í friði, en því miður á sömum stöðum, þá bara er það ekki hægt. Já, svo höfum við, eða Íslendingar, áður fyrir verið flóttafólk.
fór vestur haf og út í Brasilíu og voru Nákvæmlega. að flýja hallarið hérna heima. Já. Þannig að þetta ekkit sko... Það gleymist stundum hratt, virðist vera í þessum heimi, hverjir hafa verið í þessum sporum áður. Já, Hér fyrir nokkrum árum síðan voru lokuðu til dæmis Ungverjar á eiginlega allt flóttafólk já, og samt voru þeir, eins og við ræddum áðan, flóttamenn sjálfir, já. bara Já, nokkrum já. áratugum áður. Já. Já, einmitt bara sko... Þannig að þetta virðist vera svolítið svona, að við erum fljóta að gleyma. Já. Það er bara 70 ár síðan að þeir kom hingað. Já. Já. En hérna, sko, þetta virkar þannig eða á okkur að þetta sé bara óvinnandi vígi að laga líf alls þessa fólks. Hvað það, sko, það er alltaf einhver sem stígur á bremsu. Já, en það er spurning sko hvar og hvernig þú reynir að bæta lífið þessa fólks. Já. Þetta er svolítið svona, við stundum horfum alltaf bara hérna á síðasta metrin. Já. Við horfum á þá sem er að koma hingað sem hælisleitendur. Já. Ef að eina sem við gerum er að horfa á þann enda vandans, þá náttúrulega breytist lítið. En ef að við erum að styðja fólk þar sem það á heima, Já. ef við verðum öflugri í hjálparstarfi og þróunaraðstoð, þá einmitt drögum við úr því hversu margir fara á flótta. Sjálfsögðu. Sannleikurinn hins að sá að á síðasta ári sáum við framlög til þróunarsamvinnu í heiminum helmingast. Já. Þar voru aðalega þær breytingar að Bandaríkin drógu úr nær öllu sínu hjálparstarfi. En það voru líka samdráttur í Bretlandi, Hollandi og fleiri löndum í Evrópu. Sem þýðir það að til styttri tíma þá kannski sjá þessi ríki fram á nú eigum við meiri pening í annað, en þetta mun bara koma seinna sem meiri fjöldi fólks sem þarf að flýja verri aðstæður. En hvernig finnst þetta að hlusta á þessa umræðu hérna heima, það sem að það fólk sem hingað kemur, það sé að ræna frá okkur, heilbrigðisstofnunum og fleira? Já, það er erfitt að hlusta á þetta. Já. Sérstaklega fyrir eitthvað eins og mig sem kemur úr mannúða geiranum. Það sem að maður hugsaður að bæta líf allra. Og það er ekki þannig að þetta sé eitthvað við eða þau sem að sé að éta upp heilbrigðiskerfið eða eitthvað önnur kerfi. Ef við horfum á bara tölur og við horfum á það að hér á landi búa 400.000 manns. 320.000 af þeim eru innfæddir Íslendingar eins og það er kallað. Síðan eru við með eitthvað 70 og eitthvað þúsund sem eru innflytjendur. Svo erum við með á síðasta ári 1700 manns sem koma ykkar sem hælisleitendur. En einhvern veginn er þeim kennt allt. Já. Það séu þau sem sé að éta upp allt kerfið. 1700 manns af 400.000. Nei, það er nú bara þannig ég man nú bara þegar ég var ungur að þá fórum við 200.000 í fjölda. Okkur hefur fjölgað, en kerfin okkar hafa ekkert endilega vaxið eins og við höfum vaxið. Og sama tíma þá er það þannig að það er fullt af hlutum sem við erum að gera sem að kannski er ekki eins hagkvæmur og hægt er. Það hefur oft verið bent á til dæmis vandan á bráðamóttökunni. Vandinn á bráðamóttökunni er að það er engin leið fyrir það að útskrifa fólk yfir á hjúkrunarheimili. Við hefum ekki byggt nóg mörg hjúkrunarheimili. Nú er þetta ríkisstjórn að reyna að gera eitthvað í því, en þú veist, kostnaður við að hafa einstakling inn á bráðamóttöku í 1 dag er næstu eins og kostnaður við að hafa viðkomandi í 1 mánuð á hjúkrunarheimili. En á sama tíma vorum við ekki að byggja hjúkrunarheimili. Þetta vissu allir og en einhvern veginn fór fólk ekki að gera hlutina. Og ég held að það sem að við þurfum miklu frekar heldur en að vera
benda á einhvern og kenna einhverjum að við þurfum að skoða þessa hluti dýpra saman og segja, ok, hvernig leysum við þetta? Hvernig förum við að því að tryggja það að allir fái þá þjónustu sem þau þurfa, hvort sem það venjuleg heilbrigðisþjónusta eða geðheilbrigðisþjónusta, hættum að benda hvort á annað og finnum lausnirnar, byrjum að vinna saman og það var það sem ég eiginlega var mest hissa á því að sjá þegar ég var á þinginu í 3 ár, var hversu lítill vilji var fyrir því að vinna saman. Já. Maður reyndi sitt besta bak við tjöldin að fá fólk til að svona fókusera á ákveðna hluti og ná saman það sem hægt var að ná saman. En það var rosalega mikið þannig ef það kom einhverju hugmyndir frá einhverju sem var í stjórnarandstöðu, þá voru það bara fóru ekkert áfram vegna þess hvaðan þær komu. Já. Alveg saman hvað það voru góðar. Alveg saman hvað voru góðar. Já. Og í mörgum tilfellum þá gerðist það sama hugmyndir frá þingmönnum ríkisstjórnarflokkana. Já. Það bara mátti ekki koma góðar hugmyndir. Annars staðar en þær kæmu frá ráðuneytunum. Frá ráðherra, Já. Og þetta svona truflaði mann vegna þess að meðan þetta svona, þá fer umræðan einmitt út í það að benda á eitthvað, kenna einhverjum hvort sem það ríkisstjórn eða stjórnarandstaðan eða innflytjendur eða hælisleitundur, það er rosalega gott að kenna öðrum Já. Og ég kem nú af fjölskyldu sem var mikið í pólitík og afa mínu báðir voru á þingi, annar fyrir kommunista og sósíalistaflokkin og hinn fyrir sjálfstæðisflokkin. Þeir gátu unnið saman á þessum tíma. Þetta gátu menn unnið að sameiginlegu markmiði, að sjálfsögðu einhver atriði sem menn voru algjörlega en menn gátu fundið leiðir til að vinna saman. Það er ekki nýsköpunarstjórnin, hefur það tógararnir allir komið? Nákvæmlega. Þetta var eitthvað sem að ég held að okkur skorti almennt í pólitík, ekki bara á Íslandi heldur, út allan heim, að það er þetta að sjá sameiginlega hluti sem við þurfum að vinna. Þetta sé ég gerast, ég hef verið í að stjórna viðbragði við stórum hamförum víða út heim. Og það hamfarið það sem gekk best að takast á við mjög erfiða hluti. Það var það sem þegar alla hjálparstofnanir komu saman og sögðu bara ok, hvað er vandinn? Hvað hef ég fram að færa? Hvað get ég gert? Alveg óháð því hvernig, hvaða flagg var á hverju, hvaða merki var á jökkum hvers og eins og allt þetta. Heldur bara unnu saman sem eitt til að leysa vandamáli. Þá bara gerðust ótrúlegustu hlutir. Þetta gætum við að gera miklu meira ef við bara hlustum á hvort annað, tölum við hvort annað. Já. Ekki útiloka bara að því að kemur þaðan. Nákvæmlega. En hvert ég ætla að býða með hjálparsíman það, en hvaða önnur svona innanlandsstörf eru það? Við erum mikið, það má eiginlega segja að það er eitt svona hlutverk sem við höfum sem að er bundið í lög og það er það sem við kallum neyðarvarnir. Það er að segja að þegar eitthvað gerist, eins og bara núna daginn síðast bara í gær, meira segja, þá var eldsvoði á Reykjanesi og þá tókum við og hjálpuðum því fólki sem gat ekki verið áfram í húsinu sínu og fundum húsnæði fyrir þau til að vera. Við höfum líka bara fyrir nokkrum viku síðan opnuðum við fjöldahjálparstöð í Öræfum þegar það lokaðist allt þar vegna viðurs. Þetta er allt frá húsbruna upp í atburði eins og í Grindavík að þar vinnum við erum hluta af svokallu hjálparliði almannavarna og þetta eru sjálfboðaliðar sem eru með allt land sem eru í þessu. Við erum með 433 virka sjálfboðaliða vísvegar landið sem taka þátt í þessu. Við erum líka að gera mikið tengt áföllum. Þegar það verða slys, þegar það eru kannski sjálfsvíg eða eitthvað slíkt, þá eru við með viðbragðshóp sem eru
130 einstaklingar út allt land sem að fara og hitta fólk og veita svona þessa fyrstu sálrænu skyndihjálp til þess að hjálpa fólki að takast á við erfiðleika. Og þetta svona verkefni sem að við erum ekki, tölum ekkert endilega mikið í fjölmiðlum. Það að segja, við erum ekkert að segja frá því ef við höfum farið og hitt einhver á þessum staði eða hinnum, en það eru mörg fyrirtæki, mörg sveitafélög sem hafa óskað eftir aðstoð okkar eftir erfiða hluti. Sumt að þessu kemur í gegnum hjálparsíman, líka bara sem beiðnir frá einstaklingum. Þetta stórt verkefni. Síðan annað stórt verkefni sem við sjáum og erum mikið að gera, og það að reyna að tækla einmannaleikann. Við erum með það sem við köllum vinaverkefni, sem allt frá því að hitta einstaklinga svona eins og við erum hér tveir einir yfir í að hitta hópa og svona reyna að takast á við einmannaleikann, sem nokkuð sem að mikið af fólki finnur fyrir hér á landi núna. Og það skemmtilega í því að við erum með 71 eða af þessum rúmlega 330 sjálfboðaliðum sem að sinna vinaverkefninu okkar. Þá eru 71 þeirra ferfætlingar eða hundar sem að mæta mæta á hjúkrunarheimili, mæta á líknardeild, mæta á barnaspítala, mæta í fangelsin. Allt svona til þess að skapa, og það svo áhugavert að sjá hvernig hundarnir ná stundum. Ég hundakall, og þeir fara allir hundarnir þurfa að fara í gegnum ákveðið próf og ákveðið námskeið. Það þarf að passa að þetta séu hundar sem geta svona verði ekki of kvektir við ýmsa hluti, og svo fara þeir í gegnum námskeiða sem kennt að umgangast hjólastóla og hækjur og annað svona skrýtna hluti sem þau sjá kannski ekki heima hjá sér. Þannig að þetta líka starf sem við erum með. Ekki fljótar að læra margir hverju? Það alltaf, ég hef alltaf heyrt það sé erfiðar að þjálfa eigendurnar heldur en hundana sjálfa. Þessi trúi ég alveg þessi. Nú, svo erum við líka að vinna mjög náið með nokkrum jaðarhópum í samfélaginu. Ég nefndi það að heimsækja fangelsin. Við erum með verkefni sem við kallum aðstoð eftir afplánun. Þar eru rúmlega 20 sjálfboðaliðar sem fara í fangelsin og hitta fanga. Hvort sem það svona einn að hitta, eða við erum verið með og hefur verið fjallasóttum í fjölmiðlum mjög árangursrík konukvöld upp á Hólmsheiði, þar sem að konurnar sem sita þar inni fá aðeins að vera konur og setja á sig handkrem og aðeins að svona gera sér góðan dag. En svo erum við með líka verkefni tengt fólki sem að nota fíkniefni. Þar erum við með tvenns konar verkefni. Við erum með Ylju sem neyslurými. Það sem fólk sem að nota lyf getur komið og fengið hreinanálar, fengið allan þann búna sem þau þurfa, ekki lyfin sjálf, en allt annað. Og þar geta þau líka í samvinnu við Landspítalann fengið svona heilbrigðisþjónustu. Það sem að verið að gera við sárþeirra og gefa sprautur og ýmislegt annað til þess að tækla það sem gengur að hjá þeim. Og svo erum við með verkefni sem hefur verið núna í held ég rúman áratug, sem Frú Ragnheiður. Við erum með það bæði hér á höfuðborgarsvæðinu en líka á Reykjanesi og Akureyri. Og allt í þessi 4 úrræði eru yfir 1000 manns að leita. Og þetta verkefni sem bara hefur verið að ganga rosalega vel og að sýna mjög góðan árangur í að bæta aðstöðu þessa jaðarsetta hóps. Þannig að þetta eru svona þessi verkefni sem við erum með, og svo má náttúrulega líka nefna að við fjármögnum mikið á okkar starfi með fatabúðum
allt land, nokkra stórar hérna á höfuðborgarsvæðinu og svo mjög stór á Akureyri og víðsvegar annar staðar um landið. Það eru 260 sjálfboðaliðar sem sjá að halda þeim búðum gangandi. Þannig að þetta allt saman stór hópur. Og svo eins og þú nefndir, svo erum við með hjálparsíman, 1717. Já, og þú verður lengi. Hann búinn að vera, ég byrjaði sem sjálfboðaliði fyrir 35 ára síðan. Já. Og þá vorum við að reka svo kallað Rauða Kross hús við Tjarnargötu, þar sem ungt fólk gat komið sem átti ekki önnur hús að venda. Og þar var símaþjónusta. Hún var svona grunninn að þessu sem að síðan var tekin upp önnur þjónusta fyrir sem að þá ætluð eldra fólki eða yfir 18 ára sem að hét Vinarlínan og það var mitt hópur sem ég var sjálfboðaliði í sem að lagði svona grunninn að því verkefni. Síðan eftir þó nokkur ára þá sameinast það í þennan hjálparsíma 1717 og hann búinn að vera núna í yfir 30 ár og yfir 35 ára meira sér. Þannig að og sífellt að koma með fleiri og fleiri samtöl. Við fengum yfir 20.000 samtöl á síðasta ári. Sem upp einhver 1000 símtöl eða samtöl á milli ára. Þetta eru bæði símtöl og svo getur við líka farið inn á 1717.is og talað beint. Við sjáum að það er yngra fólkið sem að svona meira notar það að tala. Við eldra fólkið, við erum frekar talandi í síman. Og við erum með þetta 24 tíma á sólarhring og sjáum alveg að alveg þriðjungur af símtölunum kemur á næturnar. Og við erum líka að sjá að það sem við kallum svona þyngdin í samtölunum er að aukast. Það að vera meira erfiðar í símtöl. Það er 67% aukning til dæmis í símtölum tengdum sjálfsvígum á milli ára. Þannig að þau voru 1035 í fyrra, eða 2024 voru 1728 í ár. Og af því voru 229 tilvik þar sem við þurftum að tilkynna til 112 að yfirvofandi hætta væri, að einhver væri í rauninni komin það langt í þessum hugleiðingum að þeir þyrftu á aðstoð að halda. Þarna aftur erum við líka með sjálfboðaliða að svara í síman og starfsfólk, það er svona blanda á milli þessara tveggja. Og við sjáum að þetta er mikið notað yngra fólki og inn í 16 ára og yngri, 18 ára og yngri voru til dæmis tæplega 300 símtöl tengt sjálfsvígshugleiðingum. Og ef maður fer í næsta hóp fyrir ofan að 19 til 25 ára þá voru þau 250. Þetta er sjálfboðaliðar þið þurfa að þjálfa þá? Já, við þjálfum þau upp í að takast á við svona samtöl. Það gengur bæði út á það hvernig þú svona tala við fólk, hvernig þú hjálpar fólki að fara í gegnum erfiða hluti og allt slíkt og þetta er mjög gott og gefandi námskeið að taka. Og síðan erum við með sálfræðing sem vinnur hjá okkur sem að síðan passar að ef einhverju erfiðir hlutir er að koma, erfið símtöl er að koma, að þá hafa þau alltaf einhverja til þess að fara og tala við. Já, ykkar sjálfboðaliðar. Okkar sjálfboðaliðar. Þannig að það er ekki að bera með sér, í sér rétt að segja. Í sér, erfið. Já, heldur fá þau handleiðslu frá okkar fólki og síðan ef þetta hefur verið mjög erfitt að þá geta þau fengið handleiðslu utanakomandi líka. Já. En þarna erum við að sjá mikinn aukningu í vanlíðan hjá fólki, einmanaleika, sjálfsvígin. Það var athyglisvert og
einmitt sálfræði teimistjórinn hjá okkur skrifaði grein eða var í viðtali sem kom fram að það er líka miðaldra konur, það er líka hópur sem að við sjáum vera eiga mjög erfitt og hátíðni sjálfsvígsamtal. Fjárhagsástæðuna? Það er erfitt að segja sko. Þetta virðist vera tónokkuð mikið tengt kvíða. Já. Og síðan samskiptaörðuleikar er eitthvað sem er líka, þetta er náttúrulega eitthvað sem á þessum árum sem að fólk er að gangi í gegnum, stundum er það skilnaðir eða eitthvað slíkt og fjárhagsörðuleikar og annað. Þetta er allt saman er eitthvað sem við vildum að við vissum meira. Því miður getum við ekki spurt fólk allt. Nei. Og við erum, þó við eigum þó nokkuð mikið og góða svona tölfræði að þá vitum við ekki alltaf hvað þú ert gamall. Nei. En við reynum að átta okkur á því til að geta skráð og haldið utan þetta. En er þið ekki Gísli alveg vissum að það er árangur á þessu starfi? Jú, við sérstaklega þegar við erum með samtölin sem eru í gegnum netið, að þá bjóðum við fólk upp á því að svona taka smá þjónustu könnun eins og það er kallað eftir á. Og þar hefur sýnt sig að minnur hafi 79% telja að þau hafi fengið góðan stuðning við sitt vandamál með því að tala við okkur. Og þau geta líka skrifa skilaboð og þakka fyrir og ég get alveg sagt þetta að þegar maður les þeirra þá kom alveg tár fram þess að fólk er virkilega þakklátt fyrir það að hafa einhvern til að hlusta á sig. En þetta er hins vegar verkefni sem að við á hverju ári þurfum að berjast til þess að geta haldið gangandi. Hugsaður. Og þetta er samt keyrt eins ódýrt og hægt er, við erum að nota sjálfboðaliða og allt slíkt. Þetta er samt að kosta rúmlega 80 milljónir á ári. Og við vorum heppin í fyrra, þá voru 3 ráðuneyti tilbúin að styðja okkur til að tryggja það að við þyrftum ekki að loka næturnar. En við erum komin aftur í sömu stöðu. Þannig að við lítum vonum að það séu einstaklingar fyrirtæki og fólk í stjórnkerfinu sem að sé tilbúið að tryggja það að þessi mikilvæga þjónusta haldi áfram að vera í gangi og allar sólarhringinn. Ef að sjálfboðaliði frá ykkur sem svarar í síman 1717 og er að tala við ykkur sem hefur kannski framið glæp og játar það fyrir ykkar sjálfboðaliða, ég nauðga, ég stál eða eitthvað bara, að er þá trúnaðurinn algjör við þann sem innringja það? Það er í rauninni, við vitum í rauninni ekki hver er hringinn. Við sjáum það ekki. Ekki nema við komandi bara hreinlega að segja okkur. En við erum skuldbundin samkvæmt lögum að tilkynna ef barnaverndarmál er að ræða. Og það voru 22 slík tilvik á síðast ári. Þannig að þetta er nú ekki mikið slíkt, en þar þurfum við og bara eins og allir læknar, sálfræðingar og aðrir, ef að það er talið að það sé vanræksla ofbeldi eða aðsteðandi hætta hjá barninu, þá verður að tilkynna það til barnavernda. En við fólk hringir í trúnaði og við virðum það. En svo er áfallahjálpin. Já. Þegar eitthvað stórt gerist, eitthvað vont, það er margt. Ég nú fyrir sjómaður, þetta er bara sjóslys og sorg og erfiðleikar. Þegar ég var sjómaður, að þá var tíðara að fiskiskip fórust og ég kann nokkuð svona dæmi og hvernig okkur leiði sem vorum að leita og kvíðinn fyrir að finna og annað þetta. En svo er svona allskyns hörmungar sem geta komið upp og þá
er gott að hafa eitthvað sem að og við, hlustar vel. Og við sko erum hluti af svona samningi við almannavarnir áfallahjálp þegar að hlutir gerast. Og viðbragðshópurinn okkar sem eru 130 sjálfboðaliðar að þau sem sagt þegar það eru sjóslys eins og hefur nú gerst núna nýlega að þá tökum við oft fyrsta viðbragðið og eru með fólk sem er þjálfað í að veita slíkt. Oft er þetta fólk sem kemur úr stöðum sem krefjast þess og getur tekist á við hluti, hvort sem það eru þá fólk með eitthvað sálfræði bakgrunn eða kennarar eða eitthvað slíkt. Og þau hitta viðkomandi, veita þeim þessa fyrstu áfallahjálp sem er oft hvað maður segja, þetta liggur við að segja að kalla sálræna skyndihjálp. Þetta er ekki, þetta er verið að setja plásturinn aðeins á þig en ekki, þetta er ekki að leysa vandamáli. En það sem þau geta gert er að benda viðkomandi á hvað er í boði. Og þar erum við með mjög nána samvinnu við prestana, við heilsugæslurnar og svo framvegis til að tryggja það að það sé eitthvað kanal sem við getum hleypt fólkin. Engin vaði fram. Nei, og bara fái þá aðstoð sem það hefur þarf á. Og ég veit það bara, hef heyrt frá fólki sem hefur fengið þessa þjónustu að þetta er oft rosalega vel þegið að það sé eitthvað sem er tilbúin að bara hlusta og oft er það þannig að hluta því sem við finnum eftir svona áföll er hvað ef og ég hefði geta gert eitthvað annað eða ætti ég að gera eitthvað annað og bara það að vita að þetta séu normal tilfinningar sem koma upp getur verið rosalega gott fyrir fólk. Ég held líka bara að svona minn eigin reynslu það getur líka verið ágætt til dæmis svona þegar að áhafnir kannski 10 báta er að fara út að leita félögum sínum og vinum að það er ekkert létt verk Nei, alls ekki. Það er alveg ömurlegt Svo megum við ekki veitt ekki af kannski smá vitanir svona og ég var nú í björgunarsveitunum í mörg ár og það sýndi sig að það voru aðgerðir þar sem að virkilega fóru illa með sjálfboðaliðana, það er að segja sátu í fólki og fólk hætti eftir eitthvað tíma en hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörgu lærðu menn af þessu og settu í ganga ákveðið ferli sem tryggði það var farið í að virkja alltaf áfallahjálp og aðstoð eftir erfið útköll og til dæmis þegar ég leiddi íslensku alþjóðabjörgunarsveitunina á Haítí 2010 þá einmitt byrjuðum við að vinna í áfallahjálpinni á leiðinni þangað setja okkur inn í það hugafar að við varum að fara að sjá erfiða hluti sem við ættum eftir að upplifa og hverjum degi, hverjum morgni byrjum við á því að setja okkur hvað við vissum að við værum að fara að gera en síðan alltaf á hverju kvöldi tókum við alltaf 1-2 tíma í að viðra það sem hefði gerst yfir daginn. En Gísli, hversu oft hefur þú samt hugsað til þessa tíma? Þú varst í þessu atburðum? Ég þegar maður fer og ég farið á marga staði sem hafa verið slæmar hamfarir og í hvert skipti því ég farið þangað að þá hef ég alltaf farið með þetta hugarfar að ég ætla að gera eins gott og ég get. Og það hefur gert það verkum að ég einhvern veginn ekki verið með það hugarfar að horfa tilbaka og segja ég hefði nú átt að gera þetta. Vegna þess að eitt síðan lærði það er kannski bara eitthvað svona vond mynd sem kemur upp í kollin. Já, þá reyni ég að hugsa frekar það sem gerðist gott og ég veit að ég get ekki bjargað öllum ég veit að ég get ekki gert heiminn betri fyrir alla en ég get gert heiminn betri fyrir einn einstakling
Já, eins og sagðir hérna upphafurinn, það hver og einn skipti miklu máli. Já, og ég bara geti sagt þér góða sögu þessu að hérna, þegar vorum hann alþjóða björgunarsveitin á Haítí strax á fyrsta degi, þá förum við og leitum í rústum súpermarkaðs eða stóra búðar sem hafi hrunið. Það var vitað að hann inni hafi verið 20 manna. Nokkrum bara mínútum eftir við komum þá náum við að bjarga 2 konum. Það var svona tiltölulega auðvelt. En við heyrðum í 3. konunni. Við heyrðum í 3. konunni Kalla og það tók okkur 8 tíma að ná þessari konu út. Og þetta var sýnt í beinni á CNN. Og við vorum þarna og náttúrulega rosalega ánægðir að hafa náð henni út. En á sama skapi vissum það og vorum búin að svo sem rekast á fjölmörg lík, en vissum það líka að þarna gætu verið fleiri. En við heyrðum ekki í neinum. Og við vorum mjög sátt með það að hafa náð að bjarga þarna 3 konum strax fyrsta daginn. Ári seinna, þegar að CNN hélt upp á það að það veri ár frá því að hefði verið jarðskjálftinn á Haítí, þá arrangeruðu því að þeir 35 einstaklingar sem voru í alþjóða björgunarsveitinni tóku símafund eða myndfund þessa einu stúlku sem við tókum út 35 árum eftir nokkra marga klukktíma. Og ég get alveg sagt það að þó að það hefði verið 35 manns þarna inni, flestir miklir töffarar með mikla reynslu af því að bjarga, grétu þeir allir, grétum við öll. Já, segðu. Þegar við sáum þessa ungu stúlku sem við náða að bjarga og hún sagði okkur frá því hvernig lífið hennar hefði breyst eftir þetta og hversu miklu þetta hefði skipt máli fyrir hana. Þarna var einmanniski. Það nóg að hugsa það, ekki 20.000 líkana sem við sáum á göttunum. Við skulum enda þetta á þessu. Þetta var góð saga. Gísli Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauða krossins, gangi þér og þínu vel. Takk hérlega. Og Rauða borðið heldur áfram eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is